Velkomin í þáttinn. Í dag erum við komin til Svíþjóðar. Við erum í Jokkmokk, við erum á frosnu vatni. Af hverju erum við hér? Jú, við erum að hafa gaman. Við erum að fara að spóla, við erum að fara að láta eins og bjánar. Þetta verður það skemmtilegasta sem ég hef mögulega nokkuð tíma gert. Í dag erum við að reynsluaka Polestar 2, 3 og 4 og þetta fyrsta skipti þar sem að Polestar kemur með alla bíluna sína sem hafa til sölu á sama stað. Og þeir koma með þessa bíla hingað á þetta frosna vatn til þess að leyfa okkur blaðamönnum að keyra eins og vitleysingum og slæta þeim og drifta þeim á þessu frosna stöðuvatni. Það er einstaklega fallegt að þeim. Þegar til Jokkmokk var komið þá var Polestar búið að búa til 3 mismunandi brautir í ísinn sem myndu henta hvorum bíl fyrir sig best. Og voru þær merktar sem slíkar. Og fyrsti bíll á dagskrá var Polestar 2. Þótt að þessi Polestar 2 sé litli bróður 3 og 4 þýðir ekki að þetta sé eitthvað leiðilegur bíll að gera. Ég meina hann hefur 476 hestafl að gefa og 730 Nm á togi. Það er líka styttra á milli öxla á bílnum þannig að hann er librari heldur en stóru bræður hans. Þess vegna er brautin sem var hönnuð sérstaklega fyrir þennan bíl, hún er meira eins og go-kartbraut frekar en eitthvað annað. Það er út af að þessi bíll er jú alveg eins og go-kart. Alls ekki. En í samanburði við hina bíluna, þessum litla bíl finnst gaman að fara í alla þessa hlikki. Þyngdarpunkturinn er á fullkomnum stað. Stýris- og aksturseiginleikarnir í þessum aðstæðum, í þessu umhverfi, er á fullkomnum stað til þess að það sé hægt að hafa ógeðslega gaman í öllum þessum beygjum. Svo getur líka lofað ykkur því að spóla og drifta á svona klakasvelli upp í Norður Svíþjóð. Þetta er sennilega eins skemmtilegasta líkamsrækt sem ég á ævi minni hef gert. Úti er kalt en inni er heitt, úti er ég sveittur. Þannig að næsta janúar, í staðinn fyrir að eyða morðfjár í líkamsræktarkort og eitthvað svoleiðis kjaftaði, kaupið ykkur Polestar, kaupið ykkur aðgang að ykkur stóru frosnu vatni í Norður Svíþjóð, þá fljúa kílóin af. Það er allavega eitthvað sem ég ætla að gera, því ekki nenni ég að standa á einhverju hlaupabretti þegar ég get verið að gera þetta. Ég geti gert þetta í allan dag. Þetta er svo ógeðslega gaman. Næst var komið að Polestar 3. Polestar 3 er jepplingur og er virkilega góður sem slíkur ef þú ætlar að vera að ferja fjölskylduna þína og keyra út í bónus á daginn og krónuna á kvöldi. En ef þú ætlar að láta eins og fávita á þessum bíl, þá er það heldur betur hægt líka út af því að bílinn hefur 517 hestafl og 930 Nm á togi sem að gera þennan bíl að algjöru skrimsli. Stundum er áhuginn miklu meiri en hæfileikinn sem að ég get gefið. En það góða við þennan bíl er að hann gerir mig að miklu betri ökumanni en ég er í rauninni. Það eru náttúrulega alls konar ökumannsstillingar í bílnum sem að hjálpa manni að ákvarða það hvernig maður vill keyra bílinn. Ég er náttúrulega með hann í performance mode út af því að ég vil nota öll 517 hestaflin sem hann hefur að gera. Eða þú veist, svona næstundi með við það að ég er að keyra á ís og það er takmarkað hvar gripið getur verið fundið ef það er þá eitthvað grip yfir höfuð. Þessi Polestar 3 er með aktífri loftpúðastillingu. Það þýðir það að loftpúðafjöðrunin, hún getur stillt sig af á 2 millisekúndna fresti eftir því hvernig undirlagið er sem að bílinn er að keyra yfir. En mér finnst gott að hafa bílinn mjög stífan í fjöðruninni af því að ef við hugsið þetta þannig, ef að loftpúðafjöðrunin er blaðra, þegar bílinn er mjúkur og góður, þá er blaðran full. Þegar að bílinn er mjög stífur, þá er lítið loft í fjöðruninni þannig að bílinn verður stífari. Svo hefur þessi bíl líka eitt annað sem að keppinauturinn hafa ekki. Hann hefur það sem heitir torque vectoring eða torkstýringu. Það þýðir það að þegar þú ert að fara svona krappa beygju eins og ég er að fara í núna, þá getur bílinn ákvarðað það að það hjól sem er að utanverðinu er að fara lengri vegalengdina, hann getur gefið meiri kraft í það hjól til að koma bílnum fyrr út úr beygjunni. Þá erum við komin á Polestar 4 og er það eiginlega minn uppáhalds Polestar. Veit ekki alveg af hverju það er. Mögulega hefur það eitthvað með það að gera að þetta sé kraftmesti Polestarinn sem hefur verið framleiddur. Þessi bíl hefur 544 hestafl og 686 Nm á togi. Svo hefur það mögulega eitthvað með það að gera að utan þá lítur bílinn út eins og coupé eða sedanbíl en hérna innan þá ertu með pláss sem að hvaða jepplingur eða SUV getur verið stoltur af. Svo er þetta líka Polestarinn sem að hefur engan afturglugga. Heldur er baksýnisspegillinn bara myndavél sem er hérna upp á þakinu og það er eiginlega mjög mikilvægur
staður að hafa myndavél út af því að þú væri með myndavélina eitthvað niður á skotti, það myndur hún alltaf verða skítur. En þar sem að myndavélin er upp á þakki, að þá getur verið vissum að þú sjáir alltaf allt í mjög fínni skerpu og HD. Og það kunnum við að metta. Ástæðan fyrir því að það er engin afturgluggi í þessum bíl er svo að Polestar vilja búa til eins mikið pláss og hægt er fyrir farþegana sem að sitja aftur í. Það þýðir þá líka sömuleiðis að bílinn er með mjög lágan þyngdarpunkt út af því að batteríin liggja lágt í þessum bíl og hefur það mögulega eitthvað með það að gera að mér finnst þessi bíl ógeðslega skemmtilegur og gaman að keyra. Svo elska ég líka að bílinn sé gullitaður. Það þýðir að hann poppar svo fallega í landslagi eins og þessi hérna. Gullitaður bíl í hvítum snjó, gerist ekki betra. Júj. Polestar sagði ég ætti að hafa gaman. I met you first in Madrid about half a year ago, and then somebody referred to you as Mr. Suspension. Yeah, but for me and for Polestar it's very important with the suspension because that's the key for creating a good car. And if you should have performance, which not only performance on paper, but every driver can feel that the car has performance, you need to have good shock absorbers. I have passion for these kind of things. They allow me to get out maximum from the dampers, from the tires, from brakes. That's my area, and that's what Polestar working very hard with to create an electric car which is fun to drive. So therefore we have Alliance dampers, we have Brembo brakes. We are the only brand at the market who use a Alliance damper on the performance. Yeah, like in my experience, because I've tried many of your competitors' cars, etc., and Polestar as a brand is making sure that car enthusiasts get fun electric cars, that it's more about super quick times from 0 to 100. Obviously the Polestars have that, but these cars can handle there's put thought into it that they're fun. I would say we work with true performance. That means, of course, you have a power, you have acceleration, but when you come to a corner, you also feel that you are the one who's taking the car through the corner with a smile. You feel that you are the one who's driving. Later on, you will see when I push the car and I can sit and have a conversation when we go sideways. That's true performance for us. Absolutely. These cars make me a lot better driver than I deserve to be. Yeah, but I saw you did a spin as well. Oh, yeah. A few. So once. Yeah, what we are driving here is a Polestar 4 in essence, but what has been done to it extra? Yes, we start with a car which have a lot of performance, and then we spice it up a little, create the Arctic Circle edition, and it's one of the kind. So what we have done with this car, we put rally rims from Osetta Racing on the car, special made to this car. I have this side offset and width and all that stuff. Rally tires with studs, together with the Alliance, create a special damper for these cars. They are freeway adjustable, so it's proper racing dampers or rally dampers. Raise the suspension 20 millimeter, so we have a little bit more. The car will move and breathe a little bit more. We have a Recaro seat, so you have a good seating position. This particular car has something extra special, right? Yes, a hydraulic handbrake. That means when you come into a tight corner, you can pull the hydraulic handbrakes, it disconnect the rear engine, and you can slide around, and then when you release the handbrake, you have full power on all four wheels. Just before you take me on a hot lap, just that people know that you are a rally driver. You are no slouch behind the steering wheel. You know what you're doing. Well, yeah, I've done motorsport for 30 years now. Most of the time I've done rally. So I'm competing a little bit around Sweden and in Denmark and some other countries, but not on Iceland yet.
but let's see what we can do there. That sounds like hopefully a date. Yeah, I hope so. All right, Joachim, track 4 is clear. Go when you're ready. I'm good to go. Nú komið kvöld og við erum aftur komin út á vatni. Í myrkrinu eru nokkrir brjálaðir Svíar bak við stýrið á rallypólstúrunum. Þeir eru nokkuð lungnir í því sem þeir eru að gera. Svo erum við fullt af auka kösturum og alls konar. Einn bíllinn, hann er bara eins og sólin sé að koma. Miklu meira grip í þessu rallybílum úti að þeir eru eiginlega bara á einhvers konar gaddadínu sem ætti meira heima í einhverju BDSM-herbyggi en undir bílum. Mér langar ekki til að prófa að keyra þetta. Þetta er alltaf lagi. Hvað getur maður gert?